verða allir menn að deyja, það er staðreynd lífsins og hann er á góðum stað vonandi. Heyrðu, já, þakka þér kærlega fyrir spjallið. Þetta var smásálinn í dag. Verið sælað sinni. Tvíhöfði, bjartur og brosandi eins og bylgjan. Bara skemmtilegri. Það er síminn til þín, Óli minn. Halló. Halló. Hver er þetta? Er þetta kannski tvíhöfði? Já, vinur. Jæja, hvað bara sturti í sig kaffi? Já. Eitt bolli við bót. Maður á hvað sem eftir að drekka 20 bolla. Herru, stoppið hennar mann. Nei, það á seint. Alice! Who the fuck is Alice? Einar er 43 ára gamall vitavörður á Galtavita. Einar er búinn að vera einn í vitanum í 4 ár. En fyrir utan það að vera vitavörður er Einar að auki vinnustæðagrínari og starfaði áður hjá tollstjóranum í Reykjavík. Halló? Hei, vil ég kveikja ljósið? Takk. Slökkva! Kveikja! Slökkva! Hvað, er ég eini maður með viti hérna, eða hvað? Who the fuck is Alice? Það er komið að framhaldsleikritinu Hljómsveitin Kleópatra. Hressir krakkar, Sveitabörn og frægð. Hljómsveitin Kleópatra, 4. þáttur. Við erum stödd í ónefndu húsi í Breiðholti. Mikið rosalegur djefaf þykkt í dag. Já, það er þetta 20 sinna aukablað. Aukablað? Já, það er út af þessari hljómsveit sem var verið að stofna í Keflavík. Hljómsveit? Já, Rebekka Ragnars og kærastinn hennar. Hver er það? Nú, það er hann Kalli sem var í dúetnum Kalli og Katrín. Manstu ekki til laginu þarna í digital heimi. Jú, ég man eftir því. Í digital heimi. La. Já. Þetta er svo sannarlega tilefni til að gefa út aukablað. Og hér eru allar upplýsingar þessa krakka. Á bassa er Steindór Hjörleifsson og trommari og drifkraftur er engin annar en Bergur Pitt, betur þekktur sem Beggi. Og hér stendur að fyrsta æfingin þeirra verða á morgun. Já, mikið gaman að heyra. Kvöldið á fyrstu æfingu hljómsveitarinnar Kleópötru. Já, ég er það nú alltaf að kynna mig. Ég heiti Kalli og mér langar að kynna besta bassaleikara Suðurnesja, allavega frá Strandakirkju til Vatnsleysu, Steindór Hjörleifsson. Hæ Steindór, ég heiti Rebekka. Já, hæ. Ég þekki úr Ídólnum þar. Svo sá ég líka nektarmyndina að þér í bleikt og blátt. Ha, nektarmyndir af mér? Djókur. Það er greinlegt að Steindór er spaugarinn í bandinu. Það verður að vera. Grín er oft þetta lím sem heldur böndum saman. Þeir töluðu mikið þetta strákarnir í skítamóral. Það var Einar Ágúst sem var grínarinn í bandinu. Ég á öll viðtölum sem hafa birst í skítamóral og það segja þær þetta oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Já, það er greinlegt að þú ert snillingurinn, Steindór. Ekki síðri snillingur en Einar Ágúst. Leyfðu mér að kynna mig. Ég heiti Beggi. Ég er trommarinn í bandinu en einnig umbóðsmaður. Og ég kallaður Beggi Promo. Ha? Beggi Homo? Einmitt, út frábær. Hlakka mikið til að vinna með þér. Eigum þú ekki að reyna að byrja að semja? Já, mér langar svo mikið að byrja að djamma bara. Það veist mjög gott fyrir flæðið. Ég sá einmitt NSYNC hjá óperundaginn og þeir voru að tala að þeir byrja alltaf að djamma svona út af kemistríunni. Já, mér líst rosalega vel á þetta, Rebekka, og hlakka til að vinna með þér. Og ég ætla að byrja hérna á smá trommutakti. Hei, hvað er í gangi hérna? Á þetta að vera þungarokksband eða? Sorry, ég misti mig aðeins. En hvernig hljómsveit á þetta annars að vera? Eins og Írafár. Já, ég sá þetta nú kannski aðeins meira fyrir mig eins og skítamóral. Hei, af hverju getur þetta ekki verið bara rocka pop eins og Rasmus? Hvað meinarðu? Rassin á þér? Steindór, þú ert snillingur. Já, ég held að við ættum bara að reyna að hafa okkar eigin stíl, grínlaust. Ok, mér líst vel á það. Ég skal byrja aðeins meira soft. Ok, 1, 2, 3, 4.
Missið ekki af næsta þætti af hljómsveitinni Kleópatra. Það sem sniðugt að segja á sumum stöðum. Staður, skemmtistaðurinn Pravda. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað get ég gert fyrir þig? Hvað að frétta? Hvað meinarðu? Nú þetta ekki rússneska dagblaði Pravda? Nei, þetta er skemmtistaður. Það sem sniðugt að segja á sumum stöðum. Með eða á móti, málefnaleg umræða fyrir málefnalegt fólk. Komið sæl og velkomin í með eða á móti. Nú liggur fyrir vandamál og málefni sem að við höfum aldrei tekið fyrir Jón og þetta er debatt sem er kannski orðið gamalt og svo framvegis Mér finnst það aldrei verða of gaman. Nei, það fer aldrei úr tísku. Eða hvað? Nei, við erum að tala hér um Kárahnjúkavirkjun, með eða á móti Kárahnjúkavirkjun. Hvað finnst þér um það, Jón? Á móti. Þú ert á móti Kárahnjúkavirkjun? Ok. Já, þetta er ég á móti því. Já, á hvaða forsendum? Á hvaða forsendum? Fyrir það fyrsta, á þeim forsendum að þarna er verið að fremja eitt stærsta umhverfisslys sem að bara framkvæmt hefur verið bara í heiminum og í öðru lagi að þá er þau gífurlegu mengunarvaldur af svona stóriðju. Einmitt, já. Þannig erum við að... Viltu ekki bara klæða þig í lopapeysu og fara bara í hungurverkfall og vera svona, og allsber kannski út í þarna Kárahnjúkum og hérna eins og Elísabet Jökulsdóttir eða? Viltu kannski fara að lesa ljóð og kveiki í bókunum í leiðinni eða? Ég meina, ég bara spyr, þú veist, er hægt að ganga... Við skulum spara stóru orðin. Já. Hvað segirðu? Ert þú svona rosalega með þessu? Já, sjálfsögðu, ég meina, þetta er náttúrulega bara undirstaða þess að efnahag þjóðarinnar fari skánandi. Já, þessi þetta reisa manndrápsálver á Reyðarfirði. Manndrápsálver? Ég veit nú ekki hvernig þetta er að drepa þessi álver. Minnst þú nú bara að þetta málflutningur þinn, hann dæmir sig sjálfur. Það drepur landslagið, þetta eyðileggur útsýn, þetta drepur landslag og þetta er sjónskemmandi og þetta er ég veit ekki til þess að það dreipir neitt mengunarvaldur. Já, það er að borða álmengaðan fisk. Heiðu, góðan daginn. Langar það börnin þín. Minnst nú málflutningur þinn bara að dæma sig sjálfur, málflutningur þinn dæma sig sjálfur, það er helvítis lesbían þín. Það er nú bara það sem þú ert. Þú ert lesbía, svona ljóða lesbía sem er alltaf eitthvað út á Kárahnjúkum, eitthvað. Þú átt ekki um sinni jeppa, þú veist. Þröngsýni, ömurlegi, Nei, ég er bara að segja sannleika, ég er bara að segja telling it like it is. Sannleikan, þetta er ekki sannleik, þetta er nýð. Og lýsir svona þröngsýnum svona dæmigert fyrir svona 101 liði sem í lópapeysum og allsbert og eða lesbast. Og vogaðu þér bara ekki að tala svona. Og það á ekki einu sinni jeppa hefur aldrei komið til Þú ert nú bara Er í hvað? Þú ert bara hálfviti. Já, málflutningur þinn dæmis í sjálfur. Þetta er alveg sko bara, þú ert að tala um sjálfa þig. Ert að tala um sjálfa? Ert að tala um sjálfa eða lesbían þig? Þú veist ekki einu sinni bara lesbía þetta, lesbía hitt, skilju. Bara hálfviti. Svona tala bara hálfviti. En það er frábært að heyra. Nú byrju, var þetta ég að tala eða ég maður hvernig er það? Ert að tala um sjálfa þig? Ert að tala um sjálfa þig? Já, er það sjálfa þig? Með eða á móti, málefnaleg umræða fyrir málefnalegt fólk.